Hvernig sérðu þetta núna? Ég meina, þetta sjáum við bara hrylling á hverjum degi í fréttunum og það ekki eitthvað sem við höfum að geta sett okkur við að sko konur og börn sé að deyja í loftárásum í 20.000 vís. En það síðan, þú veist, þessi stjórna sko opinberlega hryðjuverkasamtökum sem kalla sig Hamas, sem eru náttúrulega síðasta hryðjuverkið sem að framkvæmdu var eitt bara það hræðilegasta sem við höfum gert í mannkynsögunni 7. október. Ég ekki alveg sammála. Nei, ok. Hvernig með þitt teika á það? Ég myndi bara kalla það sem að Ísrael að gera núna í Gaza stærsta hryðjuverk samtímans okkar. Ég kalla þetta stórfellt hryðjuverk. Ísraels her notaði Hannibal Directive 7. október sem þýðir að þeir áttu að drepa í fólk líka ef að þeir höfðu grun að það væri sem sagt Hamas-liði í einhverju húsi eða í einhverju bíl að það áttu bara að droppa sprengju á þann einstakling með öllu hinnu fólkinu þó að það væri eigi fólk. Þannig að, og þetta alveg staðfest, það eru skýrslur sem sýna þetta. Þeir eru að bregðast við þannig að... Þeir eru að drepa eigi fólk og gísla og allt. Þeir eru að bregðast við, og þeir eru alltaf, samkvæmt þeim skotmarkið alltaf Hamas-liðar sem við telja að þessi búin að finna út að þarna séu Hamas-liðar og þeir líta svo á að þeir núna eru við ekki eins og að taka lengur tillit til þessara mannlegu skilda sem að Hamas skýla sér á bak við venjulegt fólk. Við bara sprengjum Hamas-liða sem þeir eru og bara þetta á ykkur, segja þeir. Þannig líta þeir á. Það eru hryðjuverkin 7. október, þar sem þeir fóruð og myrtuð 1200 manns og nauðguðu og drápu. Bara vera saga sem búin til og dreift í fjölmiðlum sem réttlæting fyrir þessar innrás sem var löngu skipulagt. Ekki átt sér stað? Jú, það átti sér eitthvað stað. En að þú lest yfirlýsingu Hamas, sem ég geri að því ég kynni mér alltaf báðar hliðir í bara öllum deilum. Mér finnst það bara að vera skylda sem blaðamaður að skoða hvað segir þessi partur. En hvað segja þeir að gerst 7. október? Þeir segja að fyrirmælin sem að Al-Qassam Brigades, sem náttúrulega bara herafl Palestínumanna, þetta uppreisna menn gegn hernámi, þeir fengu þau fyrirmæli að þeir ættu að fara og taka gísla til þess að fá til sín fólki sitt sem í ísraelskum fangelsum, sem eru sko mörg þúsund manns og stór hluti þeirra ódæmt fólk sem það bara tæknilega séð gíslar í Ísrael og það einhver nokkur hundur börnanna líka sko. Og þeir fengu þau fyrirmæli að þeir mætti ekki drepa neitt nema hermenn. Frá hverjum fengu þeir þessi fyrirmæli að þeirra sögn? Bara, þetta tilkynningin sem kemur frá Hamas hreyfingunni. Þeir fengi fyrirmæli að fara á náðu gísla og mætti ekki drepa neitt, en hvað gerist? Drápuður óvart 1200 manns og nauðguðu og brendu. Það sem gerist mjög dularfullt og það náttúrulega alls konar samsæriskenningar mjög skáfulegar í gangi, en það sem gerist að það hefur líklega aldrei verið auðvelt að framkvæma þessa aðgerð og þennan dag, vegna þess að akkurat þennan dag þá var búið að kalla aftur starfsfólk á þessum gæslupóstum, þannig að það var mjög lítil öryggisgæsla á svæðinu. Venjulega kemst ekki köttur nálægt girðingu án þess að bara allt kerfið fari í gang. Það gerist ekki. Það liði einhverju klukkutímar áður en að herinn brást við og fór inn á svæðið að hafnast. Og líka talað að tónlistarhátíðin hana sem var ráðist á. Hún var færð líka á síðustu stundu. Átt að vera annar staðar, hún var færð þarna niður eftir á síðustu stundu. Það var ekkert gert, það liði sko margir klukkutímar. En strax kvöldið, sama dag, 7. október, þá einhver sko svæstnasta sprengjuherferð sett af stað í Gaza.
Þannig að blóðbæðið þar byrjaði sama dag kvöldið með bara full effort. Hvað segja þér aðfarirnar? Þú veist að hérna, þeir eru alltaf að fara að taka gísla en það er, þú veist, það er endalaust til af myndbandsupptökum sem eru inn á heimilum fólks að drepa konur og börn og það eru nauðganir og vera að brenna fólk lifandi og allt þetta. Já, mér og finnst þetta eru 1200 manns sem að meðan að ég veit ekki sjálf hver tók þetta upp og hvað. Að þá sumtaði sem ég sá fordæmdi ég og mér fannst það ógeðslegt og ég var eina af þeim sem fordæmdi þessa árás strax mjög harkalega þangatali ég fór að átta mig á það er annar ásetningur í gangi. Það sé einhver sviðsetning í gangi að það sé ekki sviðsetning á því sem að gerðist heldur hvernig við fáum söguna til okkar í fjölmiðlum. Hvernig vitum við það sem gerist? Við fáum það í gegnum fréttir. Ég fer yfirleitt beint í blaðamenn beint sem er á svæðinu. Mér finnst það langt best að fá upplýsingar í gegnum augufólks á staðinu. En maður hefur ekkert séð svo mikið að þeir hafni, að Hamas hafni því sem að sagt er að hafi gerst þarna 7. október. Jú, þeir hafa hafnað. Var það? Já. Hefur það ekki allavega ratað í þrátt fyrir að fjölmiðlar séu mjög hliðhollir Þeir eru náttúrulega með terrorista stimpil á sér þannig að flestum aðgöngum er eitt öllum svona samskipta leiðum. En nú sjáum við að fjölmiðlar vestanhafs eins og Íslandi og svona eru mjög hliðhollir palestínska málstæðunum og en samt veist að ég hef ekki séð neitt þetta fjallað í þeim fjölmiðlum að Hamas hafni þeim lýsingum sem eru á 7. október. Jú, það eru fréttur þetta en maður þarf að leita því af því að það fer ekki mainstreamið.